Já, það gulur september, eins og kannski margir vita. Það samvinnuverkefni stofnana og félagasamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvíksforvörnum og fókusin svolítið mikið á sjálfsvík. Og ég fengi hingað 4 kalla, get ég sagt, sem í hóp sem heitir Feður, bræður, synir, vinir og makar og ræða saman sjálfsvíg og afleiðingar þess og þakka ykkur að koma. Hérna Baldvin Már Fredriksson, Anton Ísak Óskarsson, Ármann Örn Bjarnason og Bjarni Karlsson með þeim, sem svona leiðsegjaður í hópnum, býst þið við? Já, það spurði hvað ég er þarna, ég held utan á hópinn og hef gert það þessi 9 ár. Herðu, en þetta, þið komið þarna með ykkar sögu og við erum að fara að ræða sjálfsvíg og áhrif þess á ykkur og okkur. Þannig að mér langar að byrja á því hérna, Baldvin, að spyrja þig, af hverju ert þú í þessum hópi? Það nú eiginlega fyrst og fremst fyrir tilstuðlan Bjarna. Ég var í viðtölum hjá honum eftir að ég hafði misst eiginkonu og sem fór mjög brátt af krabbamenni og það vill þannig til að hann fer að segja mig frá þessu og ég byrja að koma þarna á vormánuðum 23 fyrst og hef mætt, þetta 3. hver 5. dagur í mánuði sem við hittumst út í Garðabæ, safnaðarheimili Vídalínskirkju og ég hafði þessa reynslu að missa mjög náum vin sem að fór fyrir eigin hendi og það var í lok maí 21. Og þetta gerist svona bara eins og hendi veifa. Við kveðjumst á föstudegi, vorum búin að vera yfir 20 ár, mjög nánir samstarfsmenn og vinir, veiðifélagar og má eiginlega segja nánast hittumst nánast alla daga vikuna fyrir utan kannski laugardaga og sunnudaga og það var ekkert annað en bara sól í hjarta og farin í helgina og minn vinur var mikið fyrir eldhúsmennsku eins og við kallar nú oft kenndir við í dag og maður ræða bara hvað ætlum að hafa helgina og hvernig þetta ætti að vera. Svo kemur bara á mánudagsmorgni uppringing koma vinnufélagar til mín á starfsstöðina þar sem ég var og það vildi þannig til að ég hafði ekki farið niður í starfsstöðina þar sem við höfðum aðsetur og sem betur fer bara í þessu tilfelli því að mér bara bjarga frá því en þessar upplýsingar koma þarna snemma morguns og það verður svona bara eins og bara svarthol sko og bara tíminn stoppar og hvað fer maður að hugsa Guð almáttugur sko maður lítur upp í tómið og öskrar kemur ekkert svar og býtu mér var gefinn tími í þetta líf og fyrir mér tímalínan mín dýrmætt, gjöf og ég nota tíma, ég eyði ekki tíma og svo fram til götu og maður fer að hugsa svona alls konar bara kall á mínum aldri en með heila sem búin að snúast ansi mikið gegnum árin og ævina búin að lifa margt og skilja mikið já. Og nú kannski fara að styttast í fattarann og eitthvað fara að gerast og þannig þetta bara svona tíminn stoppar og ég hugsa hef ég leyfi til að grípa inn í Guðs hendi og ákveða mína tímalínu og það fer í gang svona þangagangur þetta allt saman og fylgja vinnu þínum já en ég ætlaði að vinna fram í apríl
apríl-lok 22 og ég bara ætlaði ekki í vinnuna en hún Sigríður mín heitin, hún sá við mér og við vorum búin að vera saman í yfir 52 ár og vorum fann að þekkja hvort annað og þar komst ég í kynni við Bjarna því ég ætlaði ekki að mæta í vinnuna það var bara stopp hér og nú en Balli, má ég spyrja það einu sem ég veit ekki hvort þú getur svarað að því að þú ert að tala um að þú hefur orðið fyrir missi vinuðinn og líka konaðinn og það er náttúrulega kannski erfitt fyrir þig að bera þetta saman að því þetta er náttúrulega fyrir þér þetta hér ólíka manneskjur en missirinn það sem þú horfir á einhverju sem að tekur sitt eigi líf og þeim sem að fer hratt út af sjúkdómi getur þú sagt okkur sem ekki höfum reynt hvort það séu munur að ná og hvernig sorgin leggst í mann það vaknar þessi tilfinning sko af hverju allt þetta en dauðinn sem tekur einhvern úr krabbameini hann er líka grimmur og miskunnarlaus það kemur upp þessi stundar reiði og af hverju ég það gerist en hvort að þú hefði getað gert eitthvað Nei, ég sé það ekki. Ég mjög vannmáttugur. Ég er ekki að segja að þú hafi getað gert eitthvað, ég er að spyrja svo tilfinning sé sterk. Nei, ekki í þessu tilfellum. Ekki að þér. En ég er einhvern veginn með einhverja blessun yfir mér og ég sendur bara í hendurnar á góðu fólki. Eins og gerðist fyrir kannski yfir 40 árum síðan ég var rétt rúmlega 30 maður þá var ég sendur í hendurnar á góðu fólki þess vegna lifði ég góðu hjónabandi og náði að þroskast í lífinu og rataðir út úr sorginni núna já. Og út úr einhverjum lífssorga fyrir þrítur einmitt fyrir handleiðslu frá góðu fólki og að eiga þetta samfélag að hitta góða vini og deila bara viðhorfum og lífi og með þeim. Já, mér langar að heyra ykkur tala um það hvaða styrk þið fáið hvort frá öðrum, en mér langar samt að spyrja hvert er orsökin eða tilefnið að þú ferð inn í þennan hóp, Anton? Sko, ég kem inn í þennan hóp bara, er eiginlega svolítið leiddur inn í hann bara og ég treysti því að maður er alltaf leiddur á rétta staði á réttum tíma og mitt áfall er ég farin að horfa núna sem bara gjöf fyrir mig til að vaksa og ég kem ekki inn í þennan hóp fyrir en bara árið síðan eða kannski aðeins minna eða meira og ég missi sérst pappa úr sjálfsvígi og það fekk alveg mig til að vakna upp bara í eigin lífi sko oft hristir þetta svo mikið upp í manns eigin lífi að maður þarf að breyta sjálfum sér sko og það ferli er náttúrulega búin að vera gríðarlega langt og erfitt og vissum hluta er þetta ennþá í taugakerfinu líkaminn geymir allt, hann gleymir aldrei neinu þótt að hausinn vilji bæla það niður sko, þá er þetta alltaf þegar maður er tengdur einhverju manneskju á svona djúpan hátt, þá er hún alltaf til staðar í manni. Þú ert myndur á sjálfsvíg eða eitthvað slíkt. Já, og bara svona, þetta er alltaf svona finnur þá stundum að tilfinningin er líka hrá og óunnin í þér? Algjörlega, og það er einhver hlut í mér sem á eftir að syrgja og eftir að einmitt fyrirgefa líka, af því þetta er náttúrulega gríðarlega þegar maður fær ekki síðast að segja neitt sem maður vill segja, sem maður á kannski eftir að segja fullt við aðlan, eins og með pappa bara, ég átti fullt eftir að segja við hann, við áttum eftir að tala saman. Þannig að vissum hluta er einhver partur í mér sem getur aldrei átt síðast orðið, þegar hann tekur þessa ákvörðun, sko. En heldur þessi tilfinning að þessi eitthvað ósagt væri öðruvísi ef hann hefði farist af slysförum til dæmis? Af því að hvernig hann fer að það breytir það setur samskiptið þín við hann þanga til í svona annað samhengi. Já. Ekki? Jú, sem er kannski blekking, ég veit ekki. Já, ég hugsa að þetta væri ekkert að öðruvísi samt. Við vorum náttúrulega ekkert í það góðum tengslum í rauninni, sko, sem hann var ekki í rauninni til staðar fyrir mig þegar ég þurfti á honum að halda og sömuleiðis ég fyrir hann. Hann náttúrulega bjó hinum minn á hnettunum og við vorum bara mest í samskiptum bara í síma, sko, símleiðis og já, þetta bara hann var að glíma við sitt, hann var að glíma við geðranveikindi og alkoholisma og bara hitt og þetta, sko, sem að ég fattaði ekki hvað hafði mikil áhrif á líf mitt líka, sko, bara
svona hans erfiðleikar sko sem að ég í rauninni svona fannst mér stundum vera að bera hans þyngsli sko eftir að hann fór og einmitt þessi reiði og sorgin og allt þetta svona það fer í svo stóran búning að þú veist ekki almennilega hvernig þið líður þú verður svona pínu dofin bara mér leiði allavega þannig sko En þú ert líka að hluta til hann já, algjörlega þegar maður verður kannski aðeins eldri þú að þá byrja pabbi manns að brjótast fram svolítið í manni stundum verður bara alveg hissa og stundum vill maður það helst ekki að sísta völdu vil ég verða eins og hann hugsa maður stundum en veldur því fyrir þér að ef hann hefur átt sig svo miklum erfiðleikum og fer með þessum hætti að heldur að öflur það sé svona óg við þig að þú gætir það sé eitthvað sem tógar í þig að verða eins og hann Því afsaki, ég ekki í hluta sem hópan, ég sé eins og barn. Já, þetta er alveg góð spurning, sko, en jú, ég hef alveg séð bresti á honum sem að ég var með sjálfur. Hliðar á honum sem mér fannst óþægilegar og þá var það að reyna spegill fyrir mig að sýna mér að ég er með nákvæmlega sömu hliðar sem ég þarf þá að vinna í, sko. Þú veist, þessi rosalega svona þungu tilfinningar og reiði og þannig, sko. Einhver húmoristi kallaði þetta the invasion of the body snatchers að foreldrarnir væri að koma og ræna líkamann hans og það kæmi allt í einu fyrir manni svo þeir Herðu, má ég halda áfram Ármann hvað var þess valdandi að þú hittir þessa menn? Já, ég misti bróður minn 2020 það komið 5 ár síðan og í rauninni var það bara pabbi minn sem að kynnti mig fyrir þessum hóp hann við fórum allir feðgarnir saman fórum 4 saman fyrsta fund sko og þetta var rosa gott, þetta er akkurat það sem vantaði sko þetta er bara hrátt, þetta er fallegt þetta er bara svona hrein tjáning og það er enginn að dæma að spyrja og það fá allir að segja sitt og það er einhvern veginn bara akkurat það sem vantar þegar maður fyrir gegnum svona ferli sko það fá bara eyru til að hlusta sem að skilja hvað það er að tala sko og já, svo ég veit ekki ég var duglegur að mæta síðan þá sko pabbi mér reynda fluttur út þannig ég ætla að reyna að draga bræðina með að við byrjum aftur í haust reyna að halda þessi gangandi sko svona þessum hópferðum og eins og hann sagði sko það breyttist rosalega margt sko en það veist ekkert allt neikvægt sko þú veist tengslin í fjölskyldinni styrktist alveg helling það var búið rosa svona lítið þau og hittist á jólum og fermingum skilur eitthvað svona Stundum er sagt að í sorginni þá hættir okkur til þess að hrinda fólki frá okkur Já, en það einhvern veginn var akkurat öfugt innan okkar fjölskyldu sko. Hún styrktist alveg rosalega mikið sko, bæði tengsl og svona, þú veist, samskipti einhvern veginn og þú veist, það var gert upp fortíðina og milli fjölskyldumeðlima og svona sko. Þannig að jú, að reyna að líta það jákvæða skilur í þessu neikvæða ferli skilur. Er það yngri bróðir eða eldri? Hann var 917 ára. Yngri þú? Já, hann er næst yngst eða systkini með mér. Þeir voru tvíburabræður sko. Siggi og Baldur heita þeir þannig já þetta var, eins og ég segi erfitt að díla við en í dag er ég bara komin á fínan stað í lífinu og búin að vera mikil naflaskoðun eftir þetta og eins og ég segi, þú veist, það er ekki allt neikvægt sko Þess að þú sagt okkur kalla að við kunnum ekki að eiga við erfiða hluti sem að taka þetta alltaf á þumbanum Já, taka þetta á kassan bara og halda áfram og hætta að hugsa þetta en sko Fannst það að vera svona menningarleg leiðsögn að það ættir þú kannski að gera bara að býta á jaxling? Já, sko, upprunalega já, þú veist en ég var í vinnunni þegar ég fekk símtalið sko að þetta hefði gerst og ég var rosa góð yfirmenn sem tæklaði þetta á rosalega góðan hátt og það var líka jákvæmt sko að vera með rétt fólk að baka sig sko það sem var lenti í þessu sko og því ég var náttúrulega ekki inn um fjölskylduna og þeir bara hendu mér heim og sögðu bara að fara til fjölskylduna og koma síðan bara þegar ég var tilbúin og það vissi enginn af þessu í vinnunni þeir taklaði þetta alveg rosalega vel ég þakkaði mig vel fyrir það sko þannig að já Baldur, má ég svara þig að því að ég held að þú sett elstur þetta er stundu sagt kalla að þeir kunni ekki að eiga við tilfinningar og súrn inn í þeim alls konar harmur finnst þið munur á því hvernig þín kynslóð tækla svona mál eða þessir drengir hér Ég hef kannski ekki nægilega góða samanburð vegna þess að
Ég var ekki nema rétt 30 þegar ég var sendur í meðferð og það er bara einfalt. Ég handlaði ekki alkohól og En þú með margra áratuga reynslu þannig tilfinningunar? Já, ég bara hugræn atfellis með fyrir búið að vera í gangi bara áratugum saman. Ef ég bara horfið beint á það þannig. Ég hef bara spegilmyndina í gegnum fólki sem ég hitti. Og þetta bjargaði mér sem ungum manni. Og ég fengi að lifa hamingjuríku lífi. Við getum upplifað hamingju þó við sem gangi gegnum sorg. Það þarf ekki að vera slitið þar á milli. Þú ert að segja að það eru lykillinn að þinni hamingju að hafa fengið vettvang og geta talað tilfinningarnar og líða þína. Nákvæmlega. Annars væri öðruvísi maður í dag. Ungi maður myndist hérna á brestina, sko. Og það er nú stundum freistandi að dvelja í þeim, sko. En allavega halda einu tveimur eftir. Já, ekki að hleypa öll. Það er náttúrulega alveg. En fínt að eiga reyðakallin ef maður ráðum að halda það. Já, en það er eins og að hann er dálítið að hverfa. Reyðakallin? Já. Fólk er hægt að taka mark á honum. Það er vopsur og býtur ekki lengur. Já, ég er orðin svona meira bara ljúmenni. Viðhorfin breyta okkur. Það er bara þannig. Og þó að við til og með sem kannski ekki með svipaða pólitískar skoðanir eða skoðanir til lífsins eða tilverunar eða hvaða litur sé fallegastur í regnboganum eða eitthvað slíkt. Þá eru við samt góðir menn, góðar manneskjur. Já, við reynum það alveg. Já. Þetta er þá bara fagleg spurning, Bjarni. Er munur á kynslóðunum? Sko, það er, og takk fyrir, ég vil bara, mér langar bara að segja, ég er bara svo gagntekinn á því að sitja hérna og heyri ykkur. Þetta hefur, ég veit ekki til þess að þetta var áður gerst í íslensku sjónvarpi. Að karlmenn hefur sest niður og talað svona hluti og kynnt og af því að það sem við erum að gera, við erum að segja við aðra karlmenn sem eiga þá reynslu, þess að þungbæra reynslu sem að menn er að lýsa hérna. Við erum bara að segja, heyrðu, hérna er staður, ef þú vilt koma til þess að sturta af þínu vörubílspalli þar sem að bara reyndir syrkjendur bara hlusta og er ekki hrættir við að vera hrættir. Þú er ekki miður sín og vera miður sín, heldur bara geta að hlusta. Þá er þessi staður til. Og svo höfum svona reynslubolta eins og Baldvin, sko, og fleiri. Einn reynslubolta, því að þú ert að spyrja kynslu þetta, einn reynsluboltinn í húsinu er sá elsti félaginn. Því að við fórum að stað, við erum að byrja núna 8. veturinn, við fórum að stað fyrir 8 árum og þá það var fámennu fundir, manni hvort það 3 eða 4 og kemur maður sem er komin á einmitt eftir að launa aldur var að fara að ljúka sínu og það má nefna hann, ég hef leifans, hann heitir Hallgrímur, flottu kall, búin að starfa sem kokkur og sko vinna, við erum svolítið ríkir á kokkum. Hérna komum betra þegar eftir að búin að vinna vel og komin að starfslokum og svo kemur hann inn á fund og það sem hann er með er það að þá fyrir hvort það voru þá 40 ár eða 35 ár, ég man það ekki, það var allavega svona áratugir og hann var ungur maður, giftur sinni konu 1970 og eitthvað þegar við vorum bara með skífusíma og svartkvítt sjónvarp og hann lifir það sem ungu maður og konu sem tekur sitt líf og hans reynsla hafði verið svo að það hafði ekkert verið talað, það hafði allt verið takkað og aldrei minnst á neitt það hvernig að hún skildi falla fyrir eigin hendi svo bara heldur hans líf áfram, hann bara ber þessa sorg og ræðir þetta raunverulega ekki við nokkuð lifandi mann, fer með þetta og það er okkur það sem að þögnin gerir, hún býr til skömm þögnin býr til skömm og svo kemur hann sem sagt á fyrsta fund karlahópsins og við heitum einmitt feður, bræður, synir, vinur og makar vegna þess að við höfum svona flóki og stórt nafn að því að lífið er flókið, það er hátt flækjustig og þarna kemur hann sem maki og tekur þennan stóra stein upp úr sínu hjarta og leggur hann á borðið og svo fengum við sem að vorum þarna fyrstu árin að horfa á þannar mann yngjast ár frá ári vegna þess að hann bara
lagði þessar byrðar frá sér sem var búin að bera alla sína tíð og við bara sáum hann bara sléttast og yngjast og réttast og enn hann með okkur sko, svo dýrmætur og einmitt einn af reynsluboltunum sem eru bara á fundum þegar við setjumst upp í hérna loftsalinn þarna inn í Vítaningskirkju í þessu gamla safnaðarheimili, næg bílastæði, gott kaffi sem kirkjan gefur og setjumst bara hringir í kringum borð og það eins og þú sagðir Ármann, þetta bara hrátt og fallegt, það engin sko, og ég veit ekkert hvert mitt hlutverk því að ég raunverulega enga stjórna, ég bara hlusta og heyra og gæta þess að bara, það bara farin hringurinn og við heyrum hverju öðrum og það eitthvað sem gerist þegar og sko og það bara svona, það halda nefnilega allir að við kallar séum stórpæðir en þegar dyrnar lokast og við byrjum að tala, það engin fundur, við getum allir vitnað það engin fundur það sem ekki hlegið innilega og það engin fundur það sem ekki falla tár og engin fundur eins þetta eru einbeittir bara þetta háspennu fundir, það alveg 230 volt þetta algjöru fullorðins fundir en eru fallegir og ég svo innarlega þakklátur fyrir að fá að leiða þetta það fátt sem ég gert í mínu starfi sem sálgætir sem að sko gefur mér meira sem persónu að fá að þjóna, ég ótrúlega þakklátur og það sem við erum auðvitað að vona, ég að vona það að menn heyri og fólk sjá og skynji heyri, ok, já, þetta svona því að það pláss Og ég spyrja þín á því ég spurði svona tilefni þess að þið hefðu farið inn í hópinn og þeir held ég að við allir nefnt með einhvern hætti að sumliti hefðu öðlast nýtt og betra líf og ég að velta fyrir mér, það ekki bara með því að þú komið með steinin og lækir hann frá þér svona harminn og gerir upp við hann, heldur býst ég við að samveran í hópnum þess að þeir eru að ræða ykkar líf líka sem að tengist ekki beint þessu tiltekna harmi að það sé það sem að að efla ykkur sem betri manneskjur í lífinu. Það þannig eða umræðefnið alltaf harmurinn sem að... Nei, alls ekki sko. Við förum út í alls konar og þú veist, og það eftir köstin og hvernig þú ert að tækla það og fleira sem við ræðum sko. Og þess að ég segi, þú veist, það engin leyndarmál þarna sko. Og alltaf gott að heyra þegar menn komast yfir ákveðna þrepi stígurum í þessu ferli sko og fá að sjá kannski að það eitthvað betra skilur það ekki bara sorg, það ekki bara reiði það ekki bara, þú veist, og þú finnur einhvern veginn að því að svona atvik sko þau breyta þér þú veist þegar þú situr í hópnum með það? Já, nei, bara þú veist þessi atburður svona sjálfsvíg innan fjölskyldu, það breytir þér bara þetta svona karaktersbrjótandi atburður og þannig að það verður aldrei neitt eins sko. Það eitthvað sem ég lærði sko, alltaf persónulega að þetta svo mikið breyting og þú veist, og það alltaf í lagi bara svo lengi sem hún lætur það ekki stjórna þér sko. Það hleypa breytingun inn Þú mátt ekki afnita því heldur? Nei, og sætta þig bara við það svona breyting bara rosalega sko. En af hverju hjálpar það þér að komast í gegnum þetta að vera í hóp með öðrum? Skiptir þetta máli fyrir þig að hlusta á Já, líka sko Baldvin eða Anton segja sína sögu og opnar þá augu þín fyrir það gefur manni svona breiðari sjóndeildarhring á vandamálið og kannski eitthvað sem að þú veist fór fram hjá þér eða eitthvað svona sem þú heyrir svona, já, það rétt í honum þú veist, kannski ætti ég að taka þetta til greina í mínu ferli sko sem bara ógeðslega fallegt líka sko Já, líka bara þessi eining sem maður finnur fyrir þú veist, þegar maður lendir í ykkur svona þá heldur maður að maður sé einn í þjáningunni og leiðu þú finnur þú ert ekki einn og finnur fyrir þessari samheldni og finnur styrkin það bara ekki hægt að lýsa í stundum með orðum hvernig það að vera búin að vera einn í langan tíma eftir eitthvað svona og finna ekki neitt sem virkar og síðan finna hann hóp sem að tengir við þig það bara ekkert sem á sömu reynslu já, sömu reynslu og bara orkan sem myndast bara
Heldur það skiptir ekki máli að þetta sé fólk sem hefur sömu reynslu? Jú, Þetta er jafningja aðstóð? Jú, en síðan náttúrulega þetta líka alveg rosalega persónubundið hvernig þetta gerist á hvaða tímasetningu, á hvaða aldri. Þetta er náttúrulega alltaf sjálfsvíg en þetta er rosalega einmitt samt sem áður mismunandi eftir fólki sko. Og líka hvernig fólk glímir við það, hvort það fari strax í sjálfsvígni eða hvort það einmitt tekur þetta á kassan eins og ég geri í langa tíma. Að það getur haft alveg varanlega áhrif á mann líka sko, þegar maður er ekki að vinna úr þessu. En þarna maður, þegar maður er að tala og tjá sig, þá maður að vinna úr þessu, þegar maður er að losa eitthvað sem maður er búinn að byrgja inn í langan tíma sko. Já, menn og aðeins með áhrifin að vera svona í hópi, að þú nefndi nú önnur samtök, að ég svona trúi því að það sé góð leið til þess að læra að fyrirgefa sjálfum sér, að sitja í svona hópi, að því þú hlustar á sögu annarra og svo einn daginn þá fattar að þú ert löngum búin að fyrirgefa þeim. Þú ert ekki að verða þeim. Það var bara einn gaur í þessum hópi sem þú fyrirgefur ekki og það er þú. Þannig að þá hjálpar það manni að til sjálfskoðunar að ekki horfa á aðra, hlusta á aðra sögur, af því maður er oft grimmur við sjálfan sig. Mikið rétt. Miklu grimmar en við annað fólk. Það er ekki óalgengt að við sittum í Getsemani og við svipum okkur, en það var einn í Getsemani sem að tók þetta fyrir okkur. Við þurfum ekki að vera með hrísvöndin og berja okkur á bakið og svipa. En það sem að hjálpar mér mest og þessi langi reynslutími með svona sjálfshjálpar samtökum, við getum notað það orð, er að reyna að tala inn í jákvæðnina og ég vek mig upp þó ég finni til í skrokknum að ég heiti Baldvin, ég er heilbrigður og sterkur einstaklingur. Ekki að vera að tala inn í veikleikan eða vannmáttin, heldur byggja upp styrk og það er svo mikil atriði og það er sterkur leikur að hafa sko fólk með sér í því. Til þess að átta sig að með maður sem var fyrir áfalli en maður er ekki áfallið sjálft. Og og heilbrigðu lífi. Þetta eru lífsgæði að vera svona gammal kall eins og ég. Ég bara því fram. En tilfinningar, reiði gagnvart þeim sem tekur sér í líf, er það til? Ef við verðum að reiður út í viðkomandi? Já. Augnablik. Vegna þess að sko þú getur alveg haldið í reiðina, býst ég við. Þú nært hana. Guð gaf mér ákveðin tíma og hann gefur mér ákveðin tíma og ég heiklust nota orðið Guð vegna þess að ég trúi á himnafeðgana og er skýrður og femdur heilari skýrnir með krossmark og enn og brjóst og ég þarf ekki að afneita því. Sko ég líti á þetta þannig að ég hafi ákveðna tímalínu og ég vil nota tíma, ég vil ekki eyða tíma. Ég hef allan þann tíma sem Guð mér gaf þegar ég hef engan, þegar ég er dáinn. Og það er þetta augnablik, hvað hef ég með það að gera, vera að taka vald tímans eða kíkja undir og leita hennum fullkomna sannleika, vegna þess að hinn fullkomni sannleikur liggur í minni dauðastund, vil ég meina. Þá er allur sannleikurinn komin í ljós. En sá sem að ræður sína eigin dauðastund, er hann að brjóta gegn Guði það? Augnablikið hugsaði þannig. En svo kennir tíminn mér og lífið að þetta var kannski röng ályktun. Og ég fyrirgefi vinum mínum fullkomlega. Og það er helgidómur að fyrirgefa. Þú getur endalaust verið að gleyma og fyrir selja eins og Janis Joplin söng hérna í frægu lagi. Hún vildi fá Cadillac í staðinn fyrir eitthvað eða Benz eða sjónvarp og fleira fyrir það að gera Guðs vilja. En fyrirgefningin er helgidómur og hann er innra með þér. Anton, þú gekkst með reiðina lengur en augnablik. Já, hún hefur komið svona inn og út sem kannski heldur maður að maður sé búinn að vinna úr þessu emitt sko, en þetta ristir svo djúpt í manni að
maður þarf einmitt að vinna í sér á öllum sviðum, sko, sálarlega, líkamlega og andlega, sko. Og einmitt eins og þú varst að tala sko, að maður þarf að hafa æðri mátt. Ég alveg, þú veist, ég var ekki búinn að fara í gegnum þetta nema ég hefði tengingu og æðri mátt, sko. Og það eitthvað og hver þinn æðri máttur hann segist að hafa heimafekka? Æðri máttur bara allt fyrir mér, sko. Hann innra með mér, hann í öllu og ég held að maður mun aldrei skilja æðri mátt algjörlega. Svona hefði góða í... Já, ég held að það sé fallega við að maður mun aldrei alveg skilja Guð. Nei, þá væri maður Guð líklega. Já. En ég trúi að við erum með Guð innra með okkur og við getum unnið úr öllu og við getum samverka allt til góðs. Og ég held að Guð geri það, hann samverkar allt til góðs. Hvort sem sé áfall eða eitthvað streita, eitthvað erfiðleika sem hann lendir í. Ég held að samverkar allt til góðs. En fólk bölvar Guði, sérstaklega þegar lífið er ósakælt og þið hefur lent í því. Þannig að ég býst að þetta augnablik þá bölvar Guði. Já. En síðan eftir á sér maður tilgangi með þessu öllu. Já. Ja, hann hefur svo sem fengið að heyra annað eins líklega, þannig að hann fengið að heyra ýmislegt kallinn. En Ármann æðri máttur? Já, klárlega sko. Og það bara sem hann segir sko, þetta bara í öllu varstaðar. Sólin rís sko og sólin sest, það bara fallegt skilur. Og þetta líka mun líða hjá eins og sagt. Já, og þú veist, tíminn allar minna bót sko og ég trúi því alveg sko og En maður verður að gera eitthvað, það er ekki nóg að bíða. Nei, það er ekki nóg að bíða í sorginni, það getur verið bara hættulegt. Já, það er að versta sem hún gerir sko. Það vinnan, þótt hún sé erfið, snafla skoðuninn og komast í augu við óttan, komast í augun við reiðina og komast í sátt við allan hann pakka. Það er ferlið sem það þarf að fara í gegn sko. En Bjarni, þetta lítur að vera erfitt vegna þess að ef ég býð að mér eins og sumuleyti mun sorgin bara líða hjá eins og sagt en hún gerir það ekki ef ég ger ekkert og ef ég býð og lengi þá getur hún orðið mér ill með einhverjum hætti en þú getur komið til mín og sagt við mig í sorginni að ég verð að gera eitthvað og það er bara síðasta sem ég get hlustað á og því ég bara í sorginni kæri vinur þú færði mig ekki til að láta mig skiptum trú bara eða ég er bara fastur. Já, og það er ekkert alltaf þannig að tími vinnu með manni en sko ég vissum það að þegar fólk hlustar á þetta samtal og heyrir þínar spurningar þá allt reynt fólk heyrir já hér talar óhrætt sál, hér spyr óhrættur hugur og það er hér spyr barn, ég er alltaf að taka fram og við erum sko, og það eru sko og ég held nefnilega að þessi virka afstæð sem við þurfum að geta tekið til sársaukaefnanna í lífinu, af því að lífið ofbýður okkur öllum það er engin, og þú þarft ekki að hafa mist ástvin í sjálfsvíi til þess að sko lífið er margbúð og ofbjóða hverri fertugri mannesku, ég segi það oft sko, ég hef ekki rekist á fertuga mannesku ég er búin að tala við fólk í sálgæslu í 35 ári, ég hef aldrei hitt fertuga mannesku sem er að lifa lífinu sem hún ætlaði að lifa og stóra spurning er alltaf þessi, get ég elska lífið mitt eins og ég ætlaði ekki að hafa það og hér erum við svo erum við hér að tala þessa sértæku reynslu og það speglaðist rosalega vel þegar við vorum að byrja að stofna samtökin og höfum fengið leyfi hjá Joan Freeman sem er stofnandi Pieta House á Írlandi til þess að nota þetta nafn og það var ekki það voru sko við fórum út 6 manns og 8 fundi og það var í rauninni við sem þar vorum, ég veit að við gleymum því aldrei og að því að hér hefur talið búist að andlegum hlutum, sko, það er ekki, sko, Pieta stendur ekki fyrir, boðar ekki trú, Pieta samtöki boða enga trú, þau boða hins vegar trú á mannlega samstöðu og samlíðun, því að Pieta þýðir samlíðun. Það er mikilvægt að taka þetta fram, þú þarft ekki að vera búin að finna trú áður að Nei, bara alls ekki. Og þú þarft ekki að óttast að það veri tróðið upp einhverjum guð sem hún vill ekki hafa. Nei, menn vita það, ég er einmitt trúað maður, ég er prestur, menn vita það, fundirnir eru alveg skýrir með það. Hins vegar er Pieta, sko, allir kaþólika vita að styttan hérna, myndin af Maríu þar sem hún heldur á Kristi látnum, syni sínum, hún heitir Pieta eftir Michelangelo og er í Sixtínsku kapellunni og Pieta þýðir samlíðun.
En þegar við sátum og fundum með þessum stofnanda sem eru rosalega sterk manneskja og manneskja sem sko bauð sér fram til forseta á Írlandi og var, þegar við heimsóttum hana í forseta skrifstofuna þar sem hún var senator í írsku forseta, ég þekki ekki alveg írsk stjórnvöld en þannig var það við komum þarna á skrifstofu hennar í forsetahúsinu og sitjum með hann á fundi og erindi okkar var þetta og þarna voru Auður Axelsdóttir frá Hugarafli og Benedikt Guðmundsson og fleira fólk, Björk Jónsdóttir og Sassa og ýmsir fleiri sem voru þarna með okkur. Við vorum komin af því að þetta var allt saman bara Íslandika og það brann á okkur, það þarf eitthvað að gerast varðandi þessa stöð á Íslandi að fólk er ekki að fá inngrip, þá fólk var að deyja vegna þess að það var ekki að fá þjónustu þegar að kallaði eftir hjálpin. Svo erum við þarna og þau voru búin að sjá þetta módel og ég var þarna með þeim og fleiri og við sitjum á þessum fundi. Og þarna þessi forystukonar alveg rosalega öflug manneskja, algjörlega svona. Og spurningir okkar megum við nota nafnið, megum við kópera það sem þið eru að gera. Og það sem við sitjum og búin að vera að funda og gerir það og það má bara hver túlka það sem maður vill. Allt í einu bara svo loftið titraði og okkur brá öll og Joan Freeman hún situr þarna og við hliðina á henni situr ritarinn hennar ungur, greindarlegur maður situr hún og þegir og svo segir hún já, þið megið nota nafnið Pieta og ritarinn hann horfir á hana með sko bara varnaðaraugum og undrun og bara og alveg ljóst og þetta var ekki það sem átti að gerast á þessum fundi og svo höfum við ekkert frekari skýringu á þessu þetta bara gerðist svona og svo má bara hver túlka það sem hann vill breytingi sem er orðið á Íslandi þegar Pieta samtökju komið til skjalana er svo að lýðheilsa landans hefur lyftst vegna þess að nú veit fólk að maður þarf ekki að sitja einn í myrkri og skugga dauðans og í óttanum við það annarkvort að maður sjálfur vinnur sér megin eða að ástunum hans vinnur sér megin heldur hægt að leita hjálpar og það er hægt að fá samtal sko yfirleitt alltaf innan sólarhrings samtal og það er greitt fólk sem er að brölta í sjálfsvígshugsunum það getur fengið samtal alltaf 15 samtal hjá sálfræðingi og þetta eru vandað hæft fagfólk sem vinnur hjá Pieta-samtökunum til þess að mæta fólki í sjálfsvígshugsunum og líka fjölskyldum sem eru áhyggjufullar og svo einnig syrgjandum eða fjölskyldum sem hafa lifað það að það væri sjálfsvígstilraunir af því að þetta er svo flókið eins og Anton var að segja þetta er svo margháttað og sko það sem við eigum hins vegar sammerkt er það að við höfum valið og höfum getunum til þess að vera ekki hrætt við að vera hrætt. Og þegar við vorum í stofnvinnunni komin heim eftir að vera búin að fá leyfið til þess að nota Pieta-nafnið, svo byrjuðum við mikla hugmyndavinnu og við fengum einn félagi okkar var að vinna hjá Arionbanka, við fengum að sitja inn í húsnæði Arionbanka og svo bauð Íslandsbanki að við getum fengið lánaðan starfsmann frá þeim sem var bara hugmyndir, sterkur maður vanur hugmyndavinnu og ég bara með fordóma, hefðbundnu íslensku fordóma gaf bönkum hvaða pappa kannski kemur nú og hvað getur þetta fólk kent okkur það er alltaf í manni fordómandi og svo kemur þetta maður sem ég þekkti hvorki hausinn sporð á og hann situr með okkur og segir já, hvað er það að hugsa? Já, þeir eru að fara að stofna samtök hvað er þetta og hvað þetta heita og svo hugsa hann svo segir hann sko UNICEF er með rauðanefið og svo taldi hann upp fleiri svona samtök sem er að vinna að mannræktarmálum og láta gott að sér leiða, taldi upp alls konar samtök sem hafa Kallinn og Álfinn og já, Álfurinn og Lykillinn og hvað þetta er allt saman og Naglinn og svo talaði björgunarsveitirnar með Kallinn og allt þetta svo sagði hann, vitið hvað þið hafið? Þið hafið nóttina þið hafið myrkrið og þá fórum við í vinnu og út úr því kom það að á hverju ári þá er kallað til vetrar sólstöðu göngu þar sem að
Píeta fólk og það sem Píeta kalla saman fólk á myrkastu nótt ársins út við vitan við Skarfaklett, þangað kemur fólk, þarna koma syrgjendur. Hvað segirðu? Sem gulur viti. Kemur gulur viti, gulur september. Og þarna stendur vitin, gulur viti með grænu ljósi út í nóttina og við göngum þangað og með ljós og minnumst þeirra sem hafa farið og skrifum hvatning, bæði kveðjur til þeirra sem hafa farið og komið saman líka í hvatningu til þeirra sem að ströggla. Og þetta svo sterkt vegna þess að þetta mætast syrgjendur, reyndir syrgjendur og fjölskyldur mætast á dimmustu nótt ársins. Og svo standa nöfn og ávarp til ástvina undir grænu ljósi og gulum vita yfir jól og áramót. Og svo sagði mér maður sem að fylgist þarna með ferðum, því að þetta jú opinber staður og það er bara myndavélar og annað. Sagði mér maður sem að vinnur hjá Faxaflóahöfnum, fólk að koma og vitja, það eru gefið merki, það eru mannaferðir. Sérstaklega á nóttinni. Fólk að koma. Og það er okkur svo mikið hvatning. Og þannig hefur vitin orðið að þessu tákni fyrir Píetasamtökin, ofboðslega andlegt tákn, en það á það enginn. Vitin. Og þannig að svona eru þessi samtök og það er stórkostlega við Píetasamtökin er það að þau virka vegna þess að þau eru raunverulega almannaeigu og hvað voru 160 mann sem hlupi fyrir Píeta núna í Íslandsbankahlaupinu og það er alltaf verið að vinna því að þetta standi opið og þessi algjörlega lágur þröskuldur, þú bara slærið Píeta.is, finnur síman og nærð sambandi að nóttu sem degi. Það er gulur september, Ármann, hvaða gildi hefur það? Hvað segir ég? Hvað gildi hefur gulur september? Gulur september er bara mjög jákvæmt fyrst mér upp á að reyna að koma þessu á framfæri í samfélaginu og fleiri fá að vita hvaða lausnir eru í boði. Já, og það er eitthvað svona sem ég held að fólk viti ekki af en við erum innan, og því fleiri sem vita því betra, held ég. Það vinna guðugt starf hérna. Og þú ætlar að gera eitthvað á gulur september? Já, ég vinn á veitingastað, það heitir Menam, þetta er tælenskur veitingastaður, við erum upp í Ártúnsöða í matvællinu þar og svo erum við matvællinu á Selfossi líka og við ætlum að selja hérna gullkarrí og að hverjum seldur rétti rennur 1000 krónur til Píetasamtakanna. Þannig að það er gott að fólk vita því líka. Við reynum að leggja okkar að mörkum. Glæsilegt. Peninga til þess að reka starfsemina, eins og þú bentir á að það er búið að greiða fyrir sálfræði tímana. Já. Og þetta er síðast þegar ég vissi, ég nú hættur að fylgjast beinleiðis með fjármálum Píeta, er bara sjálfbáðlið og heldur um hópinn, en síðast þegar ég vissi voru þetta 20% frá opinberu fé og 80% gjafafé til þess að þetta geti starfa. Og þannig að það er svo mikil og þannig eru Píetasamtökin það eru margir hópar, það eru hópar á Akureyri, það eru hópar á Ísafirði, þeir eru víðar, það er kvennahópur líka hér í Reykjavík, það er boðið upp á hópavinnu fyrir syrgjendur og svo eru boðið upp á margháttu samtöl bæði hér og Akureyri og starfsemin er viðtæk og ég hvet fólk til að skoða þetta inn á Píeta.is, þetta er svo aðgengilegt og starfsemin er svo viðtæk og umfram allt er hún vegna þess að Íslands samfélag hefur ákveðið að hætta að sussa og við höfum til dæmis líka lært og það vitum við prestar sem komum inn í aðstæður að núna þegar áföllund inn í yfir í fjölskyldum og einhver hefur tekið líf sitt þá er ekki lengur þessi andi yfir þessu heyrðu, við skulum nú ekki vera að segja neitt hér. Segja það verið bráðgötur. Já, það er bara, og það er svo mikið léttir. En samt ég ætlaði að spyrja því að þið var að tala um skömmina, en þá er samt svona stigma að maður sér stundum getur maður að lesa það milli línana í minningagreinum þar sem þetta er ekki sagt og maður velti fyrir sér kannski er þetta bara allt í lagi að sé þannig að þetta á ekki að vera sjálfsagður hlutur að fólk takir líf sitt. Þetta er vandi, þetta er vandi það er líka til fjölskyldur það sem að fólk veit, hér var sjálfsvíg en það er ekki allir komnir þangað að geta sagt það og þá er ekki rétt að segja og ég veit allir sem að sitja hér, ég meina þið rættu allir við ykkar ástvinni og ykkar fólk þau eru hér vegna þess að þið vita að baklandið ykkar er sátt við það og það er ekki allir sem geta bara þetta eru gríðarlega flókin og sársaukafull mál og
En markmiðið það einangrum okkur ekki, skiljum engan eftir einan og látum þær góðu fréttir berast að enginn þarf að vera einn og það kemur svo vel fram í ykkar máli og við erum bara hluta af því, þessi karlahópur. Það er stórkostlega, það er svona svo gott að fá að koma og segja frá þessu. En þetta er karlahópur. Væri öðruvísi svona hreinskilni og trúnaður og traust inn í hópnum ef að það væri hérna 2 konur? Já. Á hverju? Það er bara reynsla mín að vera með köllum. Ekki fyrir það að þurfa að hafna á konum en það er líka í fleiri sjálfshjálpa samtökum, þá eru bara sérstaklega kvennafundir og karlafundir og það er einhver ástæði fyrir því að þetta sé þannig. Það er eitt sem ég langar til að koma þess inn á þegar við tala tíman og sárið. Mig minnir að ég hafi heyrt hana ástsælu leikkonu okkar, hana Eddu Björgvinsdóttir, segja, ég þekki hana frá skólaárum, við vorum í barnaskóla saman, inn í Vogahverfi. Hún sagði einhvern tímann, við vorum einmitt í myrkrinu, sólstöðugöngunni. Já, vetrarsólstöðu. Þá hafði hún orð á því og sagði, tíminn læknar ekkert öll sár, það er helvítis kjaftaði. Og það þarf að gera eitthvað. En tíminn getur kennt okkur að lifa með þeim. Já, en hann læknar ekkert öll sár eins og stundum komið að orði. Mamma gamla sagði þegar að ýmislegt gekk á í lífinu, mundu það balli minn, hafðu nóg fyrir stafni. Það er nú lykilatriði, það er að lenda ekki inn í þráhyggjuhugsuninni og lokast af. En tíminn læknar ekki sárin og ég held að þú hefur verið að tala um að maður getur líka hitt sársaukann bara ráan, þú veist að þessu búin að vinna í honum. Já, algjörlega. Það er eins og maður bara hleðst upp í manni, maður allt sem maður hefur verið, líka óunnu. Þannig það er ekkert gengið frá þessu, bakkað upp og sett upp í hillu og svo er það bara stillt þar. Og það getur komið eitthvað svona umræði eitthvað þar sem allt í einu rífur ofan að manni sárið. Og einmitt eins og vorum að tala áðan, að maður getur oft látið áfallið stjórna hver maður er. Þú veist, maður getur látið skugga sinn skyggja á hver maður raunverulega er. Og þá maður farin að láta áfallið móta sig sem mannesku frekar heldur en að nota það til að hjálpa fólki. Þú veist, mér finnst svo mikilvægt fyrir mig eftir alla þjáninguna sem ég fór í gegnum að ég geti vita það að ég geti hjálpað einhverjum sem að gangi í gegnum svipaða hluti. Ef ég væri ekki með það, þennan tilgang, þessa þjónustu, þá væri ég ennþá að þjást. Þannig ég þarf að umbreyta þessu í ljós. Þannig ég þarf að lýsa upp myrkrið. Að hjálpa öðrum. Já, að hjálpa öðrum og vita það að Þannig hjálpar þér. Já, að mín reynsla geti hjálpa öðrum. Það er tilgangurinn með þjáningunni, er að ég fæ að upplifa hana til þess að ég geti tengt við aðra. Hvað segir þið yngri menn þessi kallahópur? Hverju breytir það hvort það sé bara kallar eða... Persónulega myndi ég alveg geta tjáð með eins með konur í kringum mig, Ég er komin á þann stað, mér finnst það ekki skipta máli en ég er alveg sammála að það kemur öðruvísi dýnamík í kallahópum og kvennahópum og blönduðum hópum. En það er allt gott. Það er ekkert eitthvað eitt betra, finnst mér. Þú ert á því líka álvana. Já, ég myndi segja það, Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað í september, gulur september og segja ykkar sögu og spjalla um þetta. Baldvin, Anton, Ármann og Bjarni, kæra þakkir. Kæra þakkir. Takk fyrir okkur. Við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Velkomin á Samstöðina.